Mötley Crüe, klukkan orðin 4, það 15. júní og FM 95 Blöð hafi göngu sína þennan yndislega föstudaginn. Auðun Blöndal heiti ég og situr nú reyndar ekki í mínu sæti, við erum með beinni útsendingu frá Hverfisbarnum. En við hliðin á mér sitja að mínum að þið 2 finnustu menn Íslands. Þekki það ágætlega, Steindi og Egill í Rússlandi, en það eru rándýrir, ég ætla ekki að segja varamenn, en svona, staðgenglar. Það Pétur Jóhann Sigfússon og Sveppi fucking Krull. Hvað segir þið, drengir? Dásamlegt, maður. Ekki? Dásamlegt. Jú, ég get ekki annað sagt en að ég segi dásamlegt líka. Dásamlegt. Það látt síðan að við 3 höfum settið saman að ræða málin. Já, ég var að fatta það, við höfum ekki verið 3 saman bara í einhver ár, held ég. Getur þið veistla? Vorum við samt ekki með FM Blöð bara, þú veist. FM Blöð? Já. Það heitir FM 95 Blöð. Já, ég búinn að stytta þetta. Það bara allt og lengi verið að segja 95 Blöð. Nei, ég farin að segja bara FM Blöð. Já, nei, við höfum ekki verið lengi saman, held ég. Já, við skulum ekki fara í rökaraðan það. Það bara ánægilegt og heiðurinn allir mín meginn að fá að vera þetta með ykkur. Já, sömulegis, maður. Við erum staddinni í bæ og ætlum að tjekka á HM Fever. Ég ætla að vona að þetta hafi ekki mikil áhrif á hlustuna. Það náttúrulega rosalegu leikur í gangi. Já, hvaða leikur Þetta Marokko á móti Íran. Íran, já, og mínir menn í Íran að standa sig vel, sko. Já, var það ekki? Já. Fyrir ykkur sem að náðu ekki þessum rosalega leik, þá staðan 0-0. Já. Hörkuleikur fætt. Ég er bara að spyrja ykkur, hvernig þið, drengir? Fyllandi fínir. Fyllandi fínir? Nei, sprúllandi fínn og ég hef aldrei verið betri. Sprúllandi fínir. Nei, ég er rosalega glaður og bara mikil spenna í hjartanu. Já. Spenna nú, ekkur. Nei, það er bara. Það HM Fever í gang. Þú náttúrulega veist ekki í það eru allir. Ég er allstað sem ferði, bara fólk í búning. Já, ég er alveg spenntur fyrir því. Ég held kannski að vera önnur spenna. Þetta minnir mann á þegar HM-búðin opnaði. Já. Nei, ég ætla nú ekki að byrja svona. Nei, það er bara ljómandi mikil gleði í hjartanu. Það er HM á morgun og það er mikið að gerast í mínu lífi. Og hvað er að gerast í þínu lífi? Það er bara ég var að fá til dæmis eldhúsborplötu sem ég er að setja upp og geggjað. Það er geggjað. Og krakkarnir voru að klára námskeið núna og svo er helgin framundan og svo er náttúrulega stórt kvöld í kvöld. Stórt kvöld í kvöld? Ákveðu? Hvað er að gerast í kvöld? Það er ákveðin spenningur fyrir kvöldinu, sko, þar sem að ég veit ekki hvort að þú vitir af þessu, Pétur, en ég er sem sagt að fara að hitta nýju kærustuna svo. Já, herru, ok. Það er Ötti Blöð er að fara að frumsýna gripinn fyrir Sveppa Krull og þá kemur í ljós úr hverju. Það er náttúrulega spáð Portugal líka í kvöld fyrir ákvæðsama. Byrja strax eftir þáttin klukkan 18:00. Það er geggjað. Það stemmingur í því. Við ætlum að fara út að borða og drekka rauðvín og þá eftir að koma í ljós. Er þetta opinbert? Nei, ekki opinbert að við séum að fara út að borða, en ég er ekki opinbert að hann sé gengin út. Nýja gærastan. En Pétur, hvað enda er þetta þannig, við erum stattir hérna á Hverfisgötunni, á Hverfisbarnum og ég er búinn að sjá svona 15 grátandi konur lappa upp og niður Laugaveginn, sko. Pétur, hvernig ertu? Pétur er gengin út. Hann er gengin út. Nei, ertu ekki ferskur? Jú, ég er bara mjög ferskur, sko. Hvað er frétt í þínu lífi? Ertu búinn að kaupa borðplötu og krakkarnir á námskeið? Já, þetta er allt saman, borðplatan er klár og löngu kominn og krakkarnir á námskeiði en krakkarnir, áttu ekki bara einn lítið? Jú, það er rétt, hann er á námskeiði. Hann var að keppa á körfuboltamótum daginn, eða ekki? Það lauk rétt í þér. Á hann einhverja von þar svona með þinn sem pappa á þess að vera leðilegur? Já. Það geti orðið körfuboltamaður? Já. Nei. Jú. En þú getur huggað við það, ef hann verður körfuboltamaður, þá veistu að þú ert ekki pappans. Og ég góð leðilegur, maður. Já, svona er lífi. Nei. Vá, ætlar að byrja þetta svona? Nei, ég ætla að enda þetta svona. Ef hann er góður í körfubolta, það væri skrítið, Pétur. Nei, það getur hvers sem er. Hvað er að spila körfubolta? Nei, sko, hann hefur miklu meira af genum frá móður sinni heldur en frá mér. Ok, hún er já, því að Sigrún er svo góð að tróða. Nei, hún er bara, hefur íþróttagen. Já, reyndan. Sveppi, býtu, hvað fórstu fram úr í morgun? Hvað gleyptir þú? Nei, ég alveg tala, ég myndi reyna að fara annars þar fram úr. Lék sér að vera leiðilegur með henni í byrjun og núna er hann að ráðast á þig. Já, þetta er bara minnumáttakendin í honum. Ég er að mun af hverju erum hættir að vera þig. Nei, ég er að upphefja sjálfa mig með að rakka ykkur niður. Já, það er laugrétt. Það er lífið svo illa í lífinu. Já. En ég lakka til að fylgjast með honum. Já. Og Sigrún náttúrulega gammal landsliðsmaður í körfu, þannig að hann Nei, hún hefur bara þessi íþróttagén og hann hefur fengið þau frá henni. Hann getur orðið góður bílstjóri, ég gef hann það. Auðun Blöndal, hann getur orðið góður í öllu sem hann leggur sér fyrir hendur. Og reyndar varst að sína okkur geggjaðan búning. Hann náttúrulega heitir Jóhann Berg og var að fá landsliðstreyju með Jóa Berg. Já, geggjað treyja.
En við erum með rosalega fátt ykkur í dag. Við lögum metna þetta drengirnir, við hittumst í gær og tókum upp 3 klefa og já, þar fyrir við gamlan og góðan dagskólið sem heitir Grípa fram í. Já, hann er skemmtilegur. Geggjaður. Pétur Jóhann tók graðamanninn. Já. Í fyrsta sinn sem hann tók graðamanninn þar sem hann eiginlega á að vera graður. Hann er á heima Það hringdi í Adam og Evu. Já. Og Kynlífshjálpað ekki búið. var vel læstur. Já. Og já, svo er æðislegt síndar sem ég hlakka til að hlusta á þar sem að Sveppi og Pétur keftu í grínrödd. Já, það er Eitthvað sem að, já, þeir báðum að sleppa því að spila en við ætlum að spila það. eitthvað sem að við hefði dotti jafnvel á best of disk Já. ef að það væri þannig lífið. Já, í útvarpinu. Svo erum við með, ég er með kortmyndur frekar. Egill er náttúrulega staddur í Rússlandi og sendi mér spurningakefni. Þannig ég verð með spurningakefni Gilsarans. Nú, er það fyrir mig og Pétur eða? Já, og Egill sendi spurningarnar og ég lofa honum, ég myndi lesa þær upp nákvæmlega eins og hann sendi þær. Ok. Þannig að ég á eftir að lesa þær sjálfur, þannig að það verður einhver veislan. Já, já. Og svo erum við með gifta svo að drepa og ég veit, sturlaða staðreyndir. Nú, Já, já. eru þær ennþá inni? Já, ég er svona treði minn. Já. Það er í læg á meðan við erum. Já, það er eins og því sem ég konum við leiða þeim. Nei. Egill er erfið með þær, Steindi fílar það sko. Já, Virtasti dagsskóliður F95 blöð frá upphæði. Já. virtasti. En annars erum við bara í fantagýr hérna á, já, hverfisbarnum, hér félst ég upp á bæði 23 ára afmælið mitt og 25 ára afmælið mitt, mannstu þetta í Ísabið? Já, ég man eftir 23 ára afmælinu þegar fólk var að halda ræður og ég hugsaði gæðinni geði ykkur. Við ætlum að byrja þetta á lagi sem að heitir Crazy Bastards í tilefni dagsins og já, við erum í stöði og vonandi þið líka, kæru hlustendur. Hækkið, ég veit ekki. Hlustandi, þú ert með stilt á FM 957, þátturinn er FM 95 blöð í beinni útsendingu frá hverfisbarnum, hvað annað, við erum í fantastuði, það er allt fullt af fólki, gríðanleg stemning hérna niður í bæ, endilega kíkið, ef þið hafið ekki neitt að gera, endilega komið, röltið við, kastið kvæði á okkur félagana, við erum hérna ég, Pétur Jóhann Sigfússon, Sverrir Þór Sverrisson, oftast kallaður Sveppi, og að sjálfsögðu, þáttastjórnandi sjálfur, Auðun Blöndal. Svaðalega innkoma. Já, takk fyrir. Djúvill ertu góður útvarpsmaður. Já, þakka þig kærlega fyrir það. Þú ert náttúrulega útvarpsmaður í grunninn líka. Já, ég er í grunninn útvarpsmaður. Ding dong. Dingalingalongalong. Var það ekki fyrsta? Jú, það var fyrsta gigið. Já. Það var rosalegt. Hvað var það mörg ár? 4 ár. 4 ár. En mér finnst útvarpið skemmtilegt. Mér finnst gaman í útvarpið. Það er svona spontant og skemmtilegt. Já. En það er komið tími á slúður, drengir. Já. Er þið tilbúinir í það? Já, ég er búin að bíða þetta í allan dag. Já, ég er með rosa slúður og ég ætla að byrja á Beyoncé Knowles. En, já, tvíbröndin átti ammælundaginn og hún óskar til hamingju. Það er Arnar í Úlfur maður. Já, heyrðu. Hann er talið síman. Hann er bara röltandi í bænum maður. Þú, kæri hlustandi, hvar er þú? Djöfull er hann eðlilegur. Já, hann er eðlilegur. Adidas peysu, akkan yfir hverju skuttuna, bara svo handrökkari mann. Já, bara eins og Bara með vennileg mann. snúð. Já, með Hann er með snúð. snúð. Tala í síman, bara eins og vennileg manneski. Ekkert smá eðlilegur maður. Já. En já, Heyrðu, Beyoncé ok. Knowles, Já. menn er að tala um að hún sé ólétt eða slúður tímaritt. Vá. Því að hún er með hjarta bumbuna á tónleikaferðalæðinu núna og ok. það er svona getgátur um að hún sé ólétt. Hún er ekki búin að staðfesta neitt. Er hún með bumbu? Nei, það veist bumbu á maganum fyrir ekki. Það stendur samt hérna bumbunni. Já. Og já, þannig að það er svona það heitast í dag, hvort að Beyoncé Knowles sé ólétt eða ekki. Þetta var, er hún, ég vissi ekki einu Nýbúin að sinni eignast hefði tvíbura. Nú, ok. Já. Þeir voru bara, ég held að sé eins ás og voru ammali bara um daginn. Já. Þannig að, Nú, það er bara nýbúið að klippa á naflastrengin og þá henda hann sér á bakaftökanum. já, það er Já. mikil ást í gangi að það. Hver er maðurinn hennar áttur? Jay-Z. Já, Jay-Z, já. Ég ætlaði að fara að segja Kanye Já, West. þið veitir náttúrulega ekkert. Nei, Við með hverju með Kanye West? Kim Kardashian. Já. Annars er það. Ég hef meira Vissirðu það ekki? Jú. Vissir þú það, Pétur? Svona öllugan í slettu, vissir að... Kanye West væri maðurinn hennar. Já. Beyoncé. Nei, maður... Kim Kim Kardashian. Kardashian, vissir það? Nei, já, jú, ég vissi Já, það. þú vissir það. En ég hef meira Já, já. dálæti af þessu fólki heldur en hinu. Hverju? Beyoncé Knowles þau eru og Jay-Z alvöru. sko. Já. Þau eru betri í grunninn. Já. Já, bara, ég fór á tónleika með síðustu helgi, það var geggjað. Hitt er svolítið Jó og Gugga sko. Já. Nei, er það ekki Kanye West sem er eitthvað svona búin að eitthvað sturlaður? Eða svona eitthvað... Nei, það bara sér eins og Twitter og fíla Trump Já. og eitthvað, hann er ekkit sturlaður en Nei. feskur sko. Já, ok. Og svo er næsta slúður, þetta er sérstaklega fyrir því Sveppi, en Meghan Markle hérna, nýja prinsessan og Elisabeth Englandsdrottning eru mikli vinnir og Fært. Hver veit það? Þetta er bara hérna, það er verið að tala um að þau séu mikli mátar og hún er, she approves eins og stendur hérna Já. og sagði drottningin í viðtalum daginn að hún væri mjög ánægð með nýju tengdadótturina. En byrju, drottningin sjálf, Já. er hún ekki bara 104 ára? Nei, hún er svona 70 og reyndar alveg komin á aldur. Nei, hún er ekkert 70 eitthvað. Nei, Já, ekki. hún sé ekki 90 eitthvað, ég veit það ekki. Hún er Það stendur 90 ekki í eitthvað grænni. gömul. Ha, Hún er 90 eitthvað ára gömul. þetta er það, hún sé alveg hún það gömul. Já, hún er bara... Elisabeth. Elisabeth? Nei, hvað heitir hún?
Jú. Hún heitir Elizabeth. Já, hún er 86 ára. Nei, hún er örglega eldri. Herðu, hefur að googla þetta? Ja, þú getur googlað þetta. Já, googla En, en sko, með að bara, hérna, að þau skulu vera miklu vinir. Auðvitað eru þau miklu vinir. Já. Ég meina, veist, akkur er það frétt? Akkur er þú með því slúri? Já, af því að þetta, ég er bara að fara yfir slúðupakkan sem er hérna út í heimi. Já, vá. Þau eru miklu vinnir. Já, þetta segir mér að það er ekki mikið slúður í gangi, sko. Nei, ég verða viðurkenna, ég tek það á mig, það er ekkert í gangi. En hvað heitir hérna hún, hérna, nýja prinsessan? Meghan Markle, hún var að leika í Suits og svona. Já, ok. Hún alveg með þetta. Svo er, veist það er bara ekkert slúður í gangi, ég get ekki sagt ykkur neitt. Hún er fædd 26. Nei, 21. apríl, hún er ammali sama dag og ég maður. Nei. Rólega. Býtu. Hún er 21. apríl 1926. Reikniði nú. Þið getur hafa verið saman á Hvað er fæðingardeild. Þannig að þið eru bara upp á dag, ég er gömul, Pétur. Hvað segirðu? Nánast. Nei, þú ert nú aðeins yngri. Hún er fædd 26. 92 ára. 92. 90. Já, nákvæmlega, ég sagði það. Já, þú sagðir þetta. Já, hún sagði, ég sagði að hún væri hundgumul. Já, þú sagði það. Maður getur ekki verið vinur einhver sem er 90 eitthvað ára. Eða óvinnur. Já, hvað þá það? Nei, já, það væri hálf Askan gaman. bara, já, það er farið til vina miss, já, hann er 96 ára. Það er bara, já, ok, hvað þetta var að gera? Bara skipta á bleiu, sko. Það er ekki svo að sé að fara saman í snóker. Hún virkast þetta alveg með fullu þeim. Já, hún kannski með fulli 5, en ég menna, já, ég Hvað heldur hún sem er bleiu? Nei, okkur heldur Nei, hvað? Hvað? Þú það, okkur heldur það? Akkur heldur það? Af því að ég held bara gammalt fólk missi saur og það. Það er ekki þannig, Sveppi. Nei, ok, þá bara, er það bara þannig, ekki, ég veit ekki. Nei. Þetta var svolítið... Já, fórst aðeins að nótrir. Já, mér finnst það svolítið óþarfi hjá þér. Þetta var náttúrulega fyrir neðanbelti. Þetta var langt fyrir neðanbelti, Eins sko. og bleiunar er alltaf, maður. En þetta var slúðupakki dagsins og Hann var svalur. Æ, hann var hræðilegur, ég tek það á mig, þetta er skita. Mér fannst eiginlega besta við slúðupakkan Já. að Arnar hérna í Úlfur var að lappa hérna bara hann niður var bæ. svona- Og ég gæti, Stærsta sko, núna. ef ég myndi slúðra eitthvað um hann, þá gæti hann verið að því að fyrst, ef hann er að lappa niður hverjaskötuna, Já. í áttina að Þjóðleikhúsinu, Já, og klukkan er rúmlega 4, Já. þá gæti hann verið að fara að sækja Ronju Renningadóttir, því að hann er að fara heim með henni í kvöld. Akkurat, hér eftir smástund förum við í dagskrárliðið sem heitir Gripið frammi, ekki missa eftir því en við ekki missa af því en við skuldum auglýsingar. Við prentum fána, límmiða og skilti. Komdu hugmynd í verk á vefnum hjá okkur. Fjölprent. Hvernig ert í pallinum? Viðar er viðarvörnin frá Slippfélaginu. Viðar endist og endist. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Universal kynir Jurassic World Fallen Kingdom. The park is in the past. Genetic power has been unleashed. We are not on an island anymore. Jurassic World Fallen Kingdom sýndi í kvikmyndahúsum land allt í samstarfi við Dominos og Lenovo. Strákarnir okkar eru öðruglega allir með áskrift í það er Ísland, Argentína og pottur sem stendur í 70 milljónir á laugardaginn og þeir vilja spila með í báðum þið skiljið Lotto, risaleikurinn okkar Völlur yfir HM. Það er sem betur fer voðalega fátt sem er algjörlega örugt í þessum heimi. Verða allir heilir? Klikka rangstöðu gildran? Klikka röddin? Sigur, jafntefli eða tap. Eitt er samt örugt. Það er HM. Vertu klár. Lengjan. Settu spennu í leikinn. Það er opið í öllum verslunum okkar í dag 17. júní. 10:11 í einum greinum. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitness. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og það er komin tíma á klefa hérna hjá okkur drengjum. Já, komið þess að. Já, eins og við lofuðum hér í byrjun þáttar og ætlum að leika okkur svolítið með klefa því að já, þeir voru alltaf með mér á þriðjudögum og miðvikudögum þessi drengin. Við unnum mikið með klefa þá. Já. Á mjög gaman. Við ætlum að fara, Pétur, sko, ég er að spara að láta ykkur tvo keppa. Við ætlum að fara í lið sem að við Sveppi gerðum svolítið. Já. Þá hringjum við eitthvað út í bæ og þú átt að grípa fram í alltaf.
Þannig að manneskjan fær ekki að tala. Já, ég hef heyrt þetta en aldrei tekið þátt í þessu. Nei, þannig að nú farðu þú að prófa það. Þetta mjög skemmtilegt sko. Og þetta tækni. Þetta tækni og Sveppi þar sem að þú ert nú en old veteran í þessu. Vilt þú ekki byrja? Jú. Hvað það Sveppa að byrja? Ég til. Herru, hvert á að ringja? Bara einhverja saumastofu, bókasafn eða eitthvað. Ertu að gefa hljóðið Pétur hérna þegar hann gleymir að banka? Tökum eitt tónlega í símdal á þetta. Saumastofu. Halló? Hvað er að frétta engan? Getur þú að taka þetta eftir? Hér þið ready? Það er saumastofa. Ok. Fleskir öllum, góðan dag. Já, góðan daginn. Heyrðu, ég þarf að láta stytta buxur og svona sittlita hverju fyrir helgina. Var að veltaði fyrir mig hvar ég gæti látið gera það. Já, af því að ég er nefnilega líka með... Hver getur, við getum það ekki. Nú, þeir eru bara klæðskera. Já, en það er bara svo mikið ég er nefnilega, sko, málið að ég er, sko, með þjóðbúning sem ég ætla að vera á 17. júní. Ok. Og var að aðtúa, sko, hann passar ekki alveg á mig, en eru þið með eitthvað svoleiðis? Við erum nefnilega nokkur krakkar sko, sem vorum að útskrifast úr MH bara fyrir einhverjum 15 árum og ætluðum að vera í þjóðbúning, sko. Já. Allavega á 17. júní. Og það var einhver pælingi að vera líka í búningnum líka, sko, þegar landsleikurinn er þarna á laugardaginn. Náttúrulega knappu tími, ég veikina það. Já, það er mjög knappu. Mikið að gera hjá okkur núna. Hvenær heldur að sé laus tími hjá ykkur ef við myndum ekki, ef ég þyrfti á því að halda? Af því að ég nefnilega í svo knappum tíma. Já, við getum bara ekki aðstæða. Sko, ég nefnilega, því að þessi hópur sem ég er með, þetta er einhverjir 15 krakkar. Sko, við nefnilega erum búin að ringja á nokkra staði, sko. En það er bara... Það er alveg sama hvert maður ringir, það er einhvern veginn allstaðar bara, það er einhvern veginn, bara svo þetta sé helgin þar sem allir eru að klæðskera málið. Það er allir að klæðskera, þetta sé helgin sem að fólk er að klæðskera. Af því að landsleikurinn er á laugardaginn og svona. Ísland að fara að keppa og svona, út af því að það er náttúrulega 90 mínútur og maður þarf að vera í stakk búinn til þess að, já, Hún stjálta á. Þessi var geggjur maður. Hún komst aldrei að. Það er rosalega erfitt að tala við þig. Það er erfitt að toppa þetta, Pétur. Þetta var ótrúlega gaman. Mjög erfitt maður. Ég var alveg pinnur, maður það bara öskra strax leiðu okkur byrjar að tala. Já. Og meiri segja eins og hún ætlaði ekki að afgræða þig. Nei. En hún komst bara ekki í það að segja þetta. Þetta var velgæstlegt. Ég gefist 9 sem dómari. Já, ég geti gert þetta í allan dag. Pétur, hann fór í saumastofu, hvað vilt þú? Saumastofu líka, vilt eitthvað annað eða? Já, ég væri til í bara Eitthvað með einhverju svona sterku efni. Það er mjög gott að vera með saumastofu. Saumastofu? Það farið bara saumastofu líka, það er bara sanngjarnt. Já, samt nákvæmlega eins einhvern veginn. Nei, þú ert góður með steypu og svona steina. Hérna er saumastofa í Kópavogi. Halló. Jó, góðan daginn. Góðan daginn. Ég þarf að láta laga fyrir mig fött hérna fyrir laugardaginn og eitt kjól. Já. Og þannig kjólinn er á konuna mína og jakkafutin er á mig og svo er þetta reyndar jakkafutt á son minn líka, hann er 7 ára. Já, við erum náttúrulega okkur langar að hafa þetta tilbúið fyrir laugardaginn. Það er náttúrulega út af þessu heimsmeistarakeppnin og við erum að á morgun fyrir loka. Nei, við erum að það er nefnilega heimsmeistarakeppnin, við erum að spila við Argentínu og laugardaginn í hádeginu og við erum með partí heima og við ætlum að vera í okkar fínasta og það er að koma fólk til okkar og ég þarf að fá þetta gert. Það þarf að vera tilbúið fyrir laugardaginn, skilurðu mig. Hvenær kemur þú hingað? Vegna þess að við erum náttúrulega bara að taka á móti fólki og maður vil vera fínn. Það er náttúrulega bara stóra spurningi hvort þú getur tekið þetta að þér ekki. Ég er tilbúin að greiða fyrir þetta. Þetta er jakkafutin, hvað segirðu? Jakkafutin eru í rauninni ekkert svo mikið mál á litla guttan. Það þarf að þrengja mín að aftan. Það þarf að Já. Það þarf að þrengja jakkan að aftan. Jakkan minn. Ég veit ekki að þú kem hinga í dag. Nei, já. En svo þarf að taka buxurnar í mitti líka, þrengja mittið. Já, getur þú kem hinga í dag. Og stytta kjólinn. Getur þú kem hinga í dag. Já, stytta ermarnar á kjólnum líka. Það eru ekkert mál, það þarf bara að þrykkja axlirnar. Halló. Já. Getur þú kem hinga í dag. Já. En það þarf að þrykkja, ég er að segja við þig, það þarf að þrykkja bara axlirnar upp.
skilur þú, og taka það saman að aftan. Get þú kem hingað? Já, það er ekkert mál. Já, þannig að, og það er örugglega bara, ef þú átt teygju, halló? Herðu, hún var bara, ég átt að taka tonga á hana þessa, sko, það er nú bara verið. Það skildist náttúrulega bara. Þetta er jafntefli. Þetta var rosalegt. Nei. Jó, þetta Sveppi var betri. Nei, Pétur var miklu betri. Nei. Er ég dómar þetta á bullandi jafntefli? Þetta er bullandi jafntefli. Stórmeistari jafntefli. Bara á það manni. Eins og á morgun. Á móti Argentínu. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við drengirnir þökkum ykkur kærlega fyrir það. Steindi og Egill staddir í Rússlandi en Sveppi og Pétur með mér hérna til 6 í dag og við erum í beinni frá Hverfisbarnum. Jep. Það ég held að það er svona aðeins meira liðin í bæ, við erum ekki að sjá mikið að liði svo sem. Jó, það er heilmikið lífi hérna í bæ. Það er einhver að hjóla. Já, danska sendir á því. Mér finnst ég finna fyrir því að það er nýr meiri hluti búin að taka við hérna í borginni. Já. Mér finnst svona allt annað yfirbræði yfir öllu. Já, þú finnur bara muninn. Já. Hleinni götur. Já. Strætó fram og tilbaka. Já, bæði upp og líka niður. Hverjaskötuna, það er geggjað. En það komið tími á dagskrárlið sem heitir Hvort myndur frekar. Hann er ekki flókin, drengir, ég spyr ykkur 3 spurninga og þið að segja hvort þið myndir frekar. Nei, þú ekkert sjá spurningarna. Nei, ég les það bara. Hann er að fara að lesa þær fyrir okkur. Ó, ekki að horfa á mig eins og ég fái þetta. Nei, þú hefur gert þetta áður. Er þið tilbúinir? Ég er tilbúin, já. Fyrsta spurning, hvort myndið þið frekar? Stækka 30 cm eða fitna 40 kg? Hæ? Þetta er hvað þrós? Nei, hvað sagður þú? Hvort myndir þið frekar? Stækka 30 cm en verðið þá ekki 2? Nei, þið þá væri ég 2 metrar og það er bara frábært. Þannig líður mér. Ok, stækkum 50 cm eða fitna 50 kg? 50 árið og 22. Já, það er vesen. Já, ég myndi taka stækka. Hækka. Myndur þú vera 22? Já, ég er alveg til í það. Er það ekki vesen? Nei. Já, það er skáraldur en að vera offiti sjúklingur í hjólastól eins og ég er því. Ef ég myndi bæta á mig fokkin 40 kílóum, Já, 50 kílóum, já. Þá myndir það myndi enda þannig fyrir þig. Já. Þá yrður þú bara kúla. Já, og bara bauja. Eitthvað stáður þú ballar hafi bara og fólk geiri mér rækjusamlöku bara á stýpa. Já, ég myndi taka 22. Við erum geggjaði saman 22. Já, það væri rosalegt, sko. Ég ætla að breyta þessu. Stækka 50 cm eða þingjast 20 kg. Hvort myndið taka? Já, bara sama svar. Sama? Já, ég myndi alltaf vilja hækka með. Er það 22? Er það ekki svolítið, það er vesen að fljúa og allt? Ég held þetta væri erfið spurning, hún var greinlega létt. Já, þú ert að tala við dverga, sko. Nei, þessna sagði ég 50 cm. Já, ég væri til í að vera 22. Hvað er það háir? Hvað ertu háir, Sveppi? En það er samt Ég er 1,70. 1,70? Ég er nákvæmlega 1,70 líka. Eru þið jafn háir? Já. Já, greinlega. En við erum ekki jafn háir þegar við sitjum. Nei, kannski er ég bara 1,69. Það getur verið. Ég líka. Hvað stendur í vegabréfinu? Ég man það ekki, 1,70. Já. Þannig þið eru 22. Þið myndir frekar taka það heldur. En það er samt auðvitað, ég geti ef þetta væri í álurinu og ég myndi bara velja það að fitna 20 kíló, þá get ég allavega tekið af mig 20 kíló með að fara í ræktina með þér, skilu, en ég get ekki minka mig aftur. Nei. Þannig að þú myndir taka 20 kílóin. Veist ég, bara svona, bara brytta upp á þessu. En ég var alveg til að vera bara stór og aðstæðanlegur. Já, ég líka. Næsta spurning, aldrei hlæja aftur eða aldrei drekka áfengi aftur. Hvort myndið þið taka? Aldrei drekka áfengi aftur. Er það? Hæ? Þú velja það? Já. Og bara aldrei hlæja meir. Já. En ég fæ áfengi. Já. Mátt rosa, en mátt bara ekki hlæja. Já, ég myndi. Það hlæja bara aldrei aftur. Já, ég myndi taka áfengi. Aldrei drekka áfengi aftur. Nei, ég myndi vilja bara sleppa því að hlæja og fá bara mitt áfengi. Sveppi, hvort tekur þú? Já. Þú myndir taka út áfengi? Nei, ég myndi halda því inni. Og sleppa því að hlæja? Já. Aldrei hlæja aftur. Já, ok, ég held að þú myndir akkurat gera hitt, sko. Já, minnst það skrítið þig betur. Hlátur er ofmyndin. En mætti hann láta annað fólk hlæja eins og hann er vanur að gera? Já, hann var bara má ekki hlæja sjálfur. Það var létt fyrir hann, er þetta flókið fyrir þig? Já, þetta er svolítið flókið fyrir mig, af því að ég er náttúrulega drikkjumaður. Fjölskyldu drikkjumaður.
Hlæðir mikið? Hlæ mikið, já, og mér finnst eiginlega skemmtilega að láta aðra hlæja heldur en hlæja sjálfur. Þetta er mjög erfitt, sko. Nei, ef við erum að tala bara í alvörunni frá hjartanu. Já, við erum að því, við ljúum ekki að hlustendum. Nei, ok, þá held ég að ég yrði bara, ef ég myndi setjast niður bara með konunum minni og segja bara, heyrðu, það er 20 stöðin ástu minn. Það er annað gott að hætta að drekka brenni og halda fram að hlæja. Og hætta að hlæja. Já, hlæra aldrei aftur. Já. Akkur þetta mikla þetta svona fyrir ekki? Já, þú ert búin að flækja þetta svakalega maður. Já, wow, shit, að því ég hugsaði mig smá en það bara bannaði í svona erfiðri spurningu. Nei. Ég myndi sleppa áfengi og halda fram að hlæja. Það? Gangið vel í því gamli. Já, það mun gangið. Mest er það sem ég heilt. Já, ég veit það. Þess vegna finnst mér þetta erfið. Já. Síðasta spurning, hún er reyndar ekki kortmyndur frekar, en ég ætla að spyrja ykkur, myndu þið sleppa því að horfa HM? Þið mætti ekki horfa á neittleika HM, ekki Ísland, Argentína eða neitt, en í staðin er þið 15 stegi hiti í allt sumar til 18. ágúst. Nei. Ok, lettir þið. Mér væri svo drullu saman þetta. Ég korti bara... Þú myndir fá geggja veður bara í allt sumar en mættir ekki horfa á HM. Fuck it, sko. Er það? Já, fuck veður, sko. Já, sko... Nei, alveg, ég meina, ef þú ætlar að skoða hvernig veðri er á Íslandi, þá ferð inn á vetur.is. Já, herðu, en þú ert góður, ég er að bjóða þér, gott sumar. Já, ég vil ekki. En samt, þú sagði bara sleppa öllum leikjum og í staðinn 15 stega hiti. Það er eiginlega ekkit... Jú, það á Íslandi 15 stegi hiti, mjög gott. Engin rigning, alltaf sól. Já. Nei, ég myndi taka HM. Hvaða leik ert þú að fara að horfa á, Pétur? Bara eins marga við mögulega get. Er það? Já. Ok, ertu heima þér að horfa? Já, ég ætla að reyna það. Ég vil það. En þú veist, lífið er ofta flækjast fyrir. Ég held að þú myndir alltaf velja gott veður. Mér finnst mjög gaman að horfa á íþróttir, sko. Það er bara... Ég veit það. Mér finnst það gaman. Ég veit hvað þú ert að tala þegar þú segir að lífið er að flækjast fyrir þér. Já, þú veist hvað ég er að tala um. Já. Það er bara hið venjulega líf. Já, bara herðu, verð þarna. Ég er að fara að sækja. Já, ég væri mest til í bara að vera heima og horfa bara á alla leikina og gera ekki neitt annað. Það er stórleikur núna klukkan 6. Hvaða lið er að spila? Spot Portugal. Það er hárrétt hjá þér, gefum þetta. Herðu, við skuldum auglýsingar og svo förum við í graðabannin. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is. Velkomnir aftur, kæru hlustendur, í þessa útsendingu frá Evrópukeppninni. Rafmagnað andrúmsloft, rafmagnað og ég vona því að íslensku áhorfendur láti vel í sér heyra. Víkingaklappið og allt. Potturinn stefnir í 11,2 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni, alla föstudaga. Túborg Léttöl og Pepsi Max kynna í samstarfi við 1011 Þjóðhátíð í Eyjum 2018. Landsliðið okkar í tónlist. Miðasala á dalurinn.is. Dalurinn okkar, Túborg og þín tónlist. Nú er komin tími fyrir smá kottahjal. Kotti. Kleinukotti. Þú verður að smakka kleinukotta í næstu verslun. Gæðabakstur síðan 1993. HM tilboð Baulunar. Frábært pitsutilboð. Kaupir eina pitsu og mozzarella stangir og færð aðra pitsu fría ef þú sækir. Baulan Borgarfirði. Þjónusta við þjóðveginn. Það hefur verið talað að fara Ísland Argentínu yfir á annan leikdag svo hann stangist ekki á við pottin sem stefnir í 70 milljónir. Veit það ekki. Lotto, risaleikurinn okkar. Ekkert hvítt hveiti, ekkert ger og auðvitað vegan. Smakka nýtt lífskorn með 7 tegundum af fræjum og kornum. Millan. FM 95 Blö á FM 957 og já, það er komið tími drengir á dagskrárlið sem ég er mjög hrifinn af og þetta er sturlaða staðreyndir. Vá. Kemur þetta kalt maður? Ég held að þetta sé eini dagskrárliðun sem hefur verið síðan þátturinn byrjaði. Sturlaða staðar. Já. Þetta er eiginlega virtast í dagskrárliðun, það verður bara að segjast. Já, fólk er að klæða sig upp að hlusta á hann. Já. Bara fullt af fólki sem að leggur bara út í kant og hlusta núna. Slaka á, halla sætun aftur. Og ég veit að þið eru aðdáendur þannig að ég vandaði mig.
Já. Eru þið tilbúinir? Ég fíla Já. Og hlustendur klárir? Já, þá byrjum við. Okay. Hestar geta ekki gubbað. Það er stöðlu staðrind. Geta þeir ekki gubbað? Vissu þetta? Vissu þetta? Nei. Þeir að læra. Ég hafði reyndar aldrei leitt hugan að þessu. Ef ég á hreinskilin, sko. Ég hef aldrei svona setið heima að byrja ætli að hestar geti gubbað. Nei, þeir geta það ekki. Þeir geta það ekki. Nei. En ég meina geta hamstur gubbað? Ég veit það ekki, Sverrir, ég er að tala um hesta. Þeir geta ekki gubbað. En hvernig, sko... Það er eitthvað út af háls. Jú, hamstur getur örugglega gubbað með píkulítinn háls. En gíraffa? Ég held þetta sé einhver... Nei, örugglega ekki. Nei, gíraffa ekki. Bölva bras fyrir gíraffa að gubba, sko. Hlýtur að vera. Já, það er svo stort vélinda. En ætli þeim verði þá bara... Ætli þeim verði bara ekki... Það flauta? Já, það var að flauta á strákana. Bullandi stemning. Já. Skvísurnar eru komnar, maður. Leið og sólinn kemur, maður. Það koma skvísurnar. Miðbærinn er að ranga við sér. Nýr meiri hluti. En, já, næsta. Ég ætla ekki að... Heyrðu, þeir geta ekki gubbað. Nei, leið og segir þetta, þá hef ég aldrei séð ælandi hest. Nei. Þannig að þetta mega sens. Þannig að þeir fá ekki gubbupest. Nei. Þannig að við getum gefið okkur það. Akkurat. Verður bara ekki dýlt í maðurinn. Æ, þú ert svo gáðað, Pétur. Herru, þá er það næsta. Ok, já. Raskatið á spánarsnigli er á hausnum á honum. Ég held að þetta myndi gleða. Hvaða þvæla er þetta? Nei, spánarsnigil sem er greið einhver típa af snigli. Já. Heitir eitthvað snögg eða eitthvað. Og, já, rassin er á hausnum á honum. Já. Hressandi. Er hausin á honum raskat? Nei, hann er bara með það á enninu. Já, basically. Svo þú verður með raskat á enninu núna. Hvernig komist menn að þessari niðurstöðu, veistu það? Ég meina hvað? Þeir sjá bara úrgang hvar úr hausnum á honum. Svo fara að þreifa fyrir sér og finna að þetta er hóla sem úrgangur kemur út. Þetta lítur að vera raskat á honum. Já, skrifa þetta niður á A4-blaðið þarna á möppunni. Þetta er bara geggjur staðrind. Já, mjög stu góð. Spánarsníll, já. Stundum kallaður portugalsníll líka. Fyrir áhugasama. Já, og Spánn og Portugal að spila á eftir. Herðu, þetta er rosalegt. Já, með hverjum heldur spánarsníll, maður? Já, með hverjum heldur spánarsníll? Já, allan sé ekki portugalskur. Hann alltaf með raskatið á hausnum. Já. Svo er hann næsta japanskt fyrirtæki. En hvað er hann þá þar sem að raskatið er? Já. Hvað er þar? Ég bara... Já. Varstu ekki með það? Nei, ég hef ekki séð þetta. Ég er bara að lesa það sem ég tek af netsíðum, sko. Já, ekki málið. Það eru japansk fyrirtæki sem gefa öllum sem reykja í fyrirtækinu 6 auka daga í sumafrí í staðins að taka smókpásu. Og þetta er virt í Japan. Hæ? Þannig að ef þú reykir ekki, þá farðu auka daga í sumafrí. En ef þú reykir, þá sleppir þið að reykja, skilur í vinnundi. Já, góða punktur. Það kemur ekkert fram um það. Nei, hvað eru erfið maður? Já, nei, menna þetta eru bara pælingar. Já, þá getur bara logið og reykir ekki, þá farðu 6 auka daga. Vá, 6 auka daga. Þeir vildu meina sem sagt Japanarnir að, smókpásan næri upp í þetta. Þetta fara alltaf á hverjum degi. Já. Vá. Þetta er enda góð pæling, sko. Já. En svo náttúrulega er allir fannir að veipa bara. Hvað ertu lengi meina réttu? Það er nú spurning sem að maður þetta... Hvað segir? Hvað er menn lengi meina réttu? Pétur, nú ef þú reyktir í gamla dag, hvað ertu lengi meina réttu? Þetta er alltaf 5 til 8 mínútur örugglega. Já, sér það. Hvað fórstu oft á dag? Ég veit ekki. Allir þetta sé ekki... Þú veist, það er náttúrulega, ég menna þetta er örugglega mismunandi eftir hvað þú ert að fara oft. Sumir er að reykja pakka á dag. Það eru 20 og eitthvað sígarettur örugglega. Góðu punktur. Já, ég steindar reykja sígarettu á svona 8 sekúndur. Já, það er með fastreykja eins og hann kallaði það. Já, ég menna þetta er bara leikur að tölum orðum. Við heyrum það. Það eru fleiri bakteríur uppi þér heldur en fólk í heiminum. Þetta fannst mér áhugavert. Vá. Já, ímyndaðir. Mikið af bakteríur. Mér fannst þetta actually áhugavert. Já, þetta er það. Það eru fleiri bakteríur í kjaftinum aður heldur en fólk í heiminum. Já. Bara núna á meðan við sitjum hér. Já. Enda líka, það hérna, sko, þú myndir örugglega að fá fleiri bakteríur upp í þig ef þú myndir fara í sleik við mig. Áhugið 0. Eða, ef þú myndir velja, hvort þú myndir sleika með raskatið eða fara í sleik við mig, skilju. Já, fleiri bakteríur. Það eru fleiri bakteríur í munninum, sko. Ég veit alveg hvort ég myndi velja þarna af tvennum hræðilegum kostum. Það myndir að fara í sparikatið. Nei, menna samt maður er ekkert viss hvað er mikið af bakteríum í raskatinu. Þetta er bara kjaftunum sem við erum að tala um. Já, reyndar. Það getur vel verið að sé miklu meira bakteríum í hérna, þú veist. Nei, ég held nefnilega að séu færri þar. Í raskatinu þér? Já. Nú? Það er ég var með hérna... Við hjónum vorum einhvern veginn að telja þetta eitthvað fyrsta skvöldi. Já, voruð með smásjá frá drengnum. Ég vil mikið af bakteríum.
En sko, það eru fleiri bakteríur á lyklaborði heldur en á klósettsetu. Já, með þetta daginn, þannig að þetta er ágætis punktur á Sveppa. Ég held að þessu fleiri bakteríur uppið heldur en ég rassinmaður, ljótt að segja. En ég myndi alltaf frekar fara í sleiku fyrir út í þann. Þetta er magnað. Já, svo er það næsta. Kvenkyns kolkrabbar eiga til í kynlífi eða fá leið að nenna það ekki lengur og kyrkja karlinn og éta hann í staðinn. Já, nú, eðlilegt. Manni finnst það. Já, ég þannig að eins gott að þú setja standaði á kolkrabbi, sko. Eða fá leið og bara kyrkja þið og éta þið svo. Hressandi. Já, ég er vissum að Sigrún mín myndi nú kyrkja mig bara og éta mig, sko, ef hún bara svona, þú veist, ef það væri svona það sem er að gerast hjá okkur mannfólkinu, sko, þá myndi hún gera það. Já, ef það þætti eðlilegt. Já. Ég sé það í augunum á hún. Ég vil langa maður, kyrkja henn og éta hann. Sérðu hún gerir það samt ekki, en sérðu ef henni leiðist? Já, maður sér það bara. Langa leiðir. Það er bara, þú veist, í þau skipti sem að ég næ að duga það lengi að horfa framan í hana að þá sé ég það í augunum á henni. Hvað er ég ætla hann ekki að fara að klára þetta. Já, eðlilega, og með Pétur Jóhann Sigfússon núna sér getur nú ekki verið spennandi. Svona við tölum bara íslensku þetta félagarnir. Já, og meðan enginn er að hlusta. Já. Mér er svo leiðilegt að hún sér það. Að þú sér það ef henni leiðist. Nei, það kveikir í með maður. Já, þá fer maður að standa sig. Alveg, já, gef ég allt í bótt. Nei, ferðu þá að spýta í lóðan? Finnst þetta leiðilegt? Já, finnst þetta leiðilegt? Hvernig finnst þetta? Viltu ekki bara kyrkja mig og éta mig? Lítið á þér. Það eru tvær eftir flestar geitungastungur sem manneskja hefur lifað af eru 2443 ár. Á sama deginu með það? Já. 2400. Basically lendi í einhverju bú eða eitthvað, fattur þú? Já. Svona bíflugna búi. 2400. Hann lifði þetta af. Ég er lægi með þig. Já, ég er allir að koma til. Vá, það er reyndar rosa mikið. Það er reyndar mikið hauka okkur það að við hefum ekki að lenda þessi sumar því að það búið svo vont veður í maí. Maður sér eiginlega bara enga geitungar. Góðu punktur. Hólugeitungarnir eru Hólugeitungarnir, já. Þeir eru að segja til, sko. Já, þeir mega muna fífilsinn feguri, viltu meina. Já. Herðu, svo er að síðast að þú ert búin að gleyma 40% af því sem að gerðist í gær. Sturlu staðreynd. Já, það er nú Megar það ekki sens? Jó, allavega í mínu tilfelli. Helmingum? Já, ekki helmingum, 40%. Já, ok, tæplega helmingur. Já, þú ert búin að gleyma það. Ekki fara að reyða upp daginn, Sveppi, hann er ómerkilegur, hann er enginn að heyra hann. Róluður 50 dagar. Fjöruði 50 dagar, ég Sveppa grunn. Hvað gerðu þið í gær? Hittum þig. Já, reyndar. Tókum við klefa og mannst það. Já, alveg 2-3 tímar. Þú var átt að því að þú ert vakandi í hvað er að tala um 17 tíma kannski? Ég sauð ísu, það er reyndar eitthvað sem ég er að reyna að gleyma. Þinn sauðstu ísu? Hvað ætti ég að gera þennan? Tróði hann upp í raskat á mig? Menn, akkur gerir hann ekki, setur hann ekki á pönnu eða eitthvað? Það voru stjórnaða staður. Já, bara steikja ekki. Þeim á pönnu? Já, en ég minna. Cut me up like a knife and I feel it deep in my bones. Hádegisverðarpottur FM 957 og Nings. Þú skráir þig og þinn vinnustaf eða vinnahóp á fm957.is og þú getur unnið gómsætan hádegismat á Nings. Vala Eiríks dregur svo pottinum góða alla 50 daga. FM 957 og Nings með þér í hádeginu. Ef Ísland nær fjórðasætun á HM þá væri það stórkostlegur árangur á heimsvísu. Shaken Pizza þekki það, enda náðum við fjórðasæti við bestu pizzur í heimi með beikonsultunni. Shaken Pizza býður 3 fyrir 2 af öllum pizzum og shakeum yfir HM í sumar þegar þú sækir. Þú pantar á shakenpizza.is eða í síma 517 18 19. Shaken Pizza, fjórðasætið er nýja fyrsta sæti. Prófaðu nýja Street Foods. Kryddblanda, vefjur, grænmetiskrydd. Tilbúið á 20 mínútum. Santa Maria. Vitamix blandarar eiga sér enga jafningja. Vilja alla klaka ávext og grænmeti. Blandaðu með Vitamix. Kælitæknin.is. Við með grillþátt. Það er rosalegt. Glænýir grillþættir í umsjón Péturs Jóhanns og Sveppa sem fá til sín góða gesti. 2 á teini hefst sunnudaginn 24. júní á Stöð 2. Heiti þátturinn í alvöru 2 á teini? Já. Það eru Weber og Hagkaup sem færa þér 2 á teini á Stöð 2.
Ísland-Argentína, laugardaginn 16. júní klukkan 13. 2 fyrir 1 af Víking frá Víking Brugghús á meðan leik stendur. Þinn heimavöllur á Hverfisbarnum. Áfram Ísland! Ísland á HM og þið ber skylda til þess sem nýtur þjóðfélagsþegn að upplifa það með samborgurum þínum við bestu mögulegu aðstæður. Pantaðu borð í síma 511 5300 eða á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll, heimavöllur Íslands á Íslandi. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup. Meira opið alla daga. Sérhæfð varahlutaverslun fyrir atvinnubifreiðar og tæki. Vélanöst Álhellu 8 Hafnarfirði. Vélanöst.is. Ísland-Argentína, laugardaginn 16. júní klukkan 13. 2 fyrir 1 af Víking frá Víking Brugghús á meðan leik stendur. Þinn heimavöllur á Hverfisbarnum. Áfram Ísland! FM 95 Blöð á FM 957. Þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og það komin tími á, minn uppáhalds, það graðimaður. Já, þú vilt alltaf fá graðimaður þegar ég kem. Sko, ég þar hefina á honum að við skrifum hann inn í steypustöðuna mér sann. Já, ég hef heyrt fólk á förnum vegi sem segir mér langar svo að geta hlusta á þetta en ég bara verða að skipta stöðu, þetta er svo óþægilegt. Já, en við höfum samt alltaf verið að hringja eitthvað skrýtnastæði. Já. Ég var að spája bara að henda þér núna í djúbulun og láta graðamann hringja bara í verslun sem hefur verið að hjálpa með kynlíf hana. Bara, hvað er það, Adam Eva? Sem að mögulega myndi gera menn pínu svona graða. Já. Bara kynlífshjálpa að tekja búð. Já, þannig að þú ert ekki að hringja eitthvað og spyrja út í tréverk eða eitthvað, sko. Það getur verið dörti. Já. Hann ánægður með þeim. Ég nefnilega Já, hvað er það að selja hann? Hann fyrir strax í bara leið hún svarar eða hann eða hún. Nei, þú er að vinna þinn. Já. Okay. Ég er ekki Veiða, ertu tilbúin? Ekki fættur í gær, sko. Nei, þú ert að comic genius. Þetta er líka á svo háu leveli hjá þig grinnið. Ertu tilbúin? Ég er tilbúin. Ok. Adam og Eva? Já, góðan daginn. Takk. Það fyrir ekki hvað ég er að ringja, það er kannski lokað eða hvað? Hvað, Adam og Evu? Já, ég fyrir ekki hvað ég ringi snemma, sko. Hvað segir ég? Já, þannig að það er búið að opna, já. Já, opna 10 á virkum dögum og opið til 10 á kvöldin. Já, gekkja. Hvað er það, ok, og hvað er það sem að þið eru að selja þarna? Hvað segirðu? Hvað er það sem við erum að selja? Já. Bara alls konar. Já. Við erum líka með heimasíðu 6.is, þá getur bara að skoða vöru úrvalið. Já, ég var aðeins búin að skoða það, sko, félagið minn var að benda mér á þetta. Já. Þetta er svona fullorðin, þess að. Akkurat. Er þetta ekki svona? Jú. Þetta er fullorðins. Já, ég er náttúrulega bara lítill svona strákur, sko, þannig að ég fekk svolítið á mig, sko. Já, ok. Ég vissi ekki alveg Bara úrvalið á heimasíðunni. Hvað er þið að selja mest af? Er eitthvað svona HM-tengt það? Hvað segirðu? Eitthvað svona... Er þið með eitthvað svona fyrir heimsmeistaramótið það? Heyrðu, nei, reyndar ekki. Ekki tvoleiðis? Nei, það hefði nú svolítið kannski verið sniðugt. HM-múfuna eitthvað svona? Títurum og svoleiði sem eru svona í ferðastærð og ætlaði með í ferðalög, þannig að... Á, já. Já. Hvað sagðirðu? Hvað ertu með? Títrar á egg og svoleiði sem eru svona... Já. Það er kekjað, sko. Svona ferðatítrar. Er það fyrir svona óþekka menn? Óþekka stráka eins og mig? Finnst þér óþekkur það? Nei. Það er fyrir ekki, ég er bara... Ef þið finnst þér að vera óþekkur, þá máttu alveg segja það, sko. Já, ég skilji. Værið til að segja að ég sé óþekkur? Herru, nei. Gerðu það, bara einu svona. Bara eitthvað svona, því að þú er óþekkur að ringja svona snemma og byggja ykkur á múfur hérna. Nei. Sleppa því bara. Ferðatitrarnir, það var mjög gott. Já. Það var geggjað, og er þetta með eitthvað meira svona fyrir ferðalagi? Ég er að fara í ferðalag, sko. Ertu að fara í ferðalag? Já. Já, kíkir það ekki bara í búðina og við hjálpum þér að græða eitthvað dót fyrir ferðalagi? En getur þú sagt við mig eitthvað svona, hvert er þetta að fara í ferðalag? Hvert er þetta að fara í ferðalag? Já, ég er að fara í Bjúkustofell. Já, ok. Já. Myndirðu vilja koma með mig kannski? Nei. Nei, ég segi svona. Ég ætla að vera í tjaldi bara.
Já, ok. Taka með ferðatetrar, Já. Ferða múfin og Áttu það til? Já, já. Og eru til í að segja já, ferða Nei. Ekki Nei Það er ekki Ertu með eitthvað meira svona, eitthvað búningar? Herðu það, þetta er nógu búningum. Hvernig búning? Hvað segir þau? Hvernig búning ertu með? Við eigum svona skólastelpubúning. Já. Skólastelpu. Og svo leys. Hvað segir þau? Og þernubúning og svo leys. Já. Það er ekki, ég kíkja á heimasíðuna. Takk fyrir. Er það ekki? Jú. Það er ok. Ok, takk. Já. Bye. Ég veist ekki hvert ég átt að fara með þetta. Hvað er að ykkur, maður? Hvað er það að þér? Hvað er að mér? Er þetta geggjað að spyrja mig eitthvað HM tengt? Ég veist ekkert hvað ég átt að spyrja maður. Þetta er samt í fyrsta sinn sem að Graðabæður hringir í kynlífshjálpar. Já, þetta er nýtt sko. Hann alltaf vilja eitthvað að skrýta hluti. Já, nú var hann komin á heimavöll. Já, vonandi, höfðu þið ég gaman af kæru hlustum og ég var þetta ekki alltaf dirty fyrir útvarp? Nei, það er ekkert að því að fara í kynlíf. Þetta var bara fín auglýsing fyrir Adam og Evu. Já. Það er nóg til hann. Það er skemmtilegt, ég skalvúlátri. Hann er alveg sveittur. Græðmaður. Það þarf eiginlega að vera kamera á þau þegar þú ert aðeins, því að svipurinn á þér er eiginlega bestu. Þú ert með lokuð augun, þú ert komið svo vel inn í karakter. Stórkostlegt. Þetta var Græðmaðurinn og ég veit ekki kærlega fyrir hann. Hello universe, it's Muscle Boy. You thought the clap was gone? I've got a news flash for you. It's back. FM 95 Blöð og þessi drengur er stattur í Rússlandi as we speak. Sveppi og Pétur sitja hérna mennir. Já, við erum nú nokkrum mínútum saman. Já, náttúrulega glata að vera hérna á Íslandi, sko. Já, maður á að vera ljótt að segja. Það eiga allir að vera í Rússlandi núna. Já, það pirrar mig alveg brjála þess að. Ég er að fá Snapchat frá vinum mínum, drekka bjór í Rússlandi. Í sól. Það er þetta fínt veður núna, allavega í borginni. Við getum ekki hvart það. Komið nýr meiri hluti og allt að gerast. Já, það er að byrta yfir öllu hérna. En það er vel við hæfið að Egill sé á spilarónu því að það er komið tími á spurningakeppni Gilsarans. Og hann heimtaði að þessi liður er í dag og sendi mér spurningakeppni. Og svo ég lesi hér, þá stendur orðrétt, þú verður að spyrja spurningarnar nákvæmlega eins og það eru. Og hann er núna út í Moskvu að hlusta. Nú, hvað er þetta? Já, hann gerir það bara á internetinu. Já, hann er að hlusta þáttinn. Hefur bara fílan eitthvað betra að gera maður? Já, nákvæmlega, okkur að hlusta út í Moskvu, fara að gera eitthvað í því. Hann er að ljúga því. Heldur það? Hann var samt að senda mér, sko. Já, ok. Allavega, ég lofa honum því, þannig að ég ætla að lesa þetta bara nákvæmlega eins og þetta stendur hérna í postunum frá honum. Eru þið tilbúinir? Já. Og þetta er King of Hooligan, eða hvor er meiri fótboltabulla? Já. Það þarf ekki einu sinna. Ég get bara sleppt þessari keppni. Þetta er ekki eitthvað sem að þú vilt vinna eða? Maður er ekkert stoltur að þið vera King of Hooligan. Sveppi er bara búin að vinna þetta fyrir. Er það? Nei. Já, hann er ekta fótboltabulla. Hefur þið heyrt spurningakeppnina hjá Gilsaránum? Það er ekki víst að... Jú, sjálfsögðu. Ok, eru þið til? Tjekkum bara. Tekið þáttið inn okkur líka. Ok. Er þið ready? Já. Hefur þið verið fullur á virkum degi í fyrsta spurningin hjá honum? Já. Ekki ég. Já, mest að kæfta þessu. Það er bara... Hvað ætlar að sitja þarna bara og segja þetta? Það er hendinga og sérti edru. Já, hei, við erum listamenn. Við drekkum á mánudöfum, þriðudöfum og miðugudöfum, sko. Svo helgar. Svo er það næsta. Báðum með stig. Báðum með stig. Prika báða. Vel gert. Gott mál. Stefnir í gott. Hefur þið farið á landsleik? Já. Það byrjar rólega. Ég er bara að lesa þetta eins og hann sendir þetta. Já. Mennar þú í fótbolta eða? Já, bara, já. Ég hef farið á landsleik í fótbolta og handbolta og... Já, vel gert, Pétur. Já. Ok. Hefur þú lent í slagsmálum eða verið lamin? Það er aldrei skemmtilegt að skulum vera hérna á Hverfisbarnum. Já. Því að síðast þegar ég var barinn, þá var ég á Hverfisbarnum. Já, það er þannig. Það er rosalegt. Já, barinn í stoppi hérna fyrir utan, þannig að ég hef verið barinn. Hell yeah, prika kell. Mættur ekki með glóður að leika kalla á þækinu? Jú. Hver bara þið? Davíð einhver. Pétur, hefur þú verið lamin? Já, bara þegar ég var bara í skóla í gamla dag, sko.
Já, í gamla daga. Já, bara, þú veist, þegar ég var bara gutti. Okkur varstu lamin. Það var bara, Hver lemu þig? Þetta voru bara svona einhverjir svona pústrar. Já, því að það er svo eðlilegt að lemja mig, eða? Já, þú ert frekur og leiðilegur og Pétur er bara mesta grei. Er ég frekur og leiðilegur? Já, grei. Þú átti skilið að vera lamin innan fyrir hverjusbærun, þú veist það sjálfur. Nei, ekki skilið. Jó, þú varst að provóka. Ég átti ekki skilið, en ég skildi það. Já. En mér að hver lemi Pétur, jó? Nei, þetta er bara mörg ár síðan. Það er ekki nýlegt eitthvað. 10-12 ára, eitthvað svona. Ok, þannig þið fáið báðir prigg, þið hafið báðir í landir. En hafið lent í slagsmálum sjálfur, eða? Hafið þið barist á mótið? Nei, ég man ekki, mér rekur ekki minni til. Nei. Man ekki til. Í þau skipti sem ég lendi í einhverju svoleiðis, þá er það yfirleitt þannig að ég er lamin. Þú lendir í slagsmálum við Simma? Ég hef aldrei lamin eitt. Þú lendir í slagsmálum við Simma, þú reyndir. Já, ég lendi í slagsmálum við Simma og hann barði mig bara svo harfisk. Sem ég vil. Já. Þá er að næsta, hefur þú dólgað flugvél? Dólgað flugvél? Nei. Já, þú er nú fann nálega fyrir. Hæ? Nei, ég hef ekki fann... Frá Mónakóti Göben? Nei. Bítu. Jú, veist, ég samt ekki spurningarna. Nei. Ég er samt, þarf eiginlega að henda punkt á því að þú víst hefur dólgað flugvél. Ekki dólgað, nei. Hún kom nokkur sem hún talaði við flugfræðan. Það var því að þú satt við hliðin á mér. Ok. Háaðin var í auða. Þannig að þú vilt meina að þú er ekki dólgað flugvél? Auði var svona að hvetja mig og ef einhver er að hvetja mig þá er ég náttúrulega að standa mig. Já, ég skil það. Ég myndi sætta mig að hálfan punktan. Já, ok, þú ert hálfu prigg yfir Pésa. Það var engin eitthvað pirraður út í mig, sko. Nei, þú varst ekki handtekinn eða neitt. Jú, Kristófi Dignars, pródúsentan okkar, hann var pirraður yfir. Þá er næsta, hefurðu ég lesi þetta svo þetta kemur. Hefurðu sett hann í fótboltatreyju? Nei. Hæ, hefur þú sett hann? Já, í fótboltatreyju, nei. Ég held að Pétur hafi ekki einu sinni skorað mark í fótboltatreyju. Ég hef aldrei farið í fótboltatreyju. Hefur þú keppt í fótbolta, Pétur? Já, já. Með hvað liði? Bara með Stjörnunni, maður. Nei. Já. Hvað, ég æfði fótbolta bara. Hvað, er það að grínast? Ég var að æfa fótbolta með Stjörnunni, maður, þegar ég var gutti. Hvað, í hverju er lendur hérna? Sviplagangur er þetta. Ég hætti örgulega áðurinn bara þegar ég var 12 eða 13 ára gammal. Já, saman tíma og lendur í slagsmálum. Það var út af því sem þú varst lamin og hættir, það veit ekki. Þið hef aldrei sett henni í fótboltadreyju eins og þetta er orðað hérna hjá hann Magli. Nei. Enginn fær prigg þar. En ég var ég hef verið í ból, alls konar bólum, sko. Sett hann bara í ból. Er það ekki prigga? Ég er yfirleitt í ból, sko. Er það? Já, akkur. Maður setur hann í ból. Nei, djók. Það er næsta spurning. Ok. Hefur þú hort á fótboltaleik á Þveng? Ég er ekki að semja þetta. Hann er bara fullur út í Russland að byrja eitthvað. Já, þetta er svo mikið kjaftaðis, menn. Hefur þú hort á fótboltaleik í Þveng? Akkur ætti það að gera mann einhvern hálfleik? Þetta á að vera í Þveng. Akkur ætti það að gera mann einhvern svona hálfleikan? Ekki spyrja mig. Egil er núna í Rússlandi að hlæja og hlusta. Já, þetta er spurningarnar hans. Já. En hafið hort á fótboltaleik í Þveng? Nei, ekki. Það hefur ekki dott inn hjá ykkur? Nei, aldrei, sko. Ekki svo ég veit. Það stendur ekki til og hefur... Nú er heimsmeistarmótið í gangi, haldið að detta inn núna? Nei, ekki þannig. Já, ekki Þveng. Finnst það óþægilegt? Íris á Þveng, eða ekki? Íris á Þveng, jú. Já, getur ekki farið af henni það? Jú, það er bara, veist, finnst það óþægilegt? Þá er það næsta. Þannig að þú hefur prófað? Nei. Nei, hvernig veistu þá að þú rótaði? Ég fór í Þveng að mömmu að setja. Já, það er náttúrulega geggja. Það er með verri momentum. Ég var að horfa á þáttinn með mömmu. Hún bara kannaðist eitthvað við undirfötin. Svo fatt hann það væri hennar. Jú, það var í 70 mínútum. Hún bara, er þetta mín? Ég bara, já. Er þetta mín? Fórum heim og sækja. Er þetta næri, er þetta mínar? Hræðilegt. Hún kommando. Nei, herðu, næsta hefur þið rifið úr og ofan á fótboltaleik, hlupið reiður niður stúkuna og orðið að instant internet sensation. Þetta er mest að þvæla sig heyrt. Það er að skjóta á Hjörvar hann bara svo veitur það. Já. Hefur Hjörvar gert það? Já, það gefur upp. Já, hljómniður, ég held þetta sé, þetta er tengt í. Já, það er frábært. Þetta er nei hjá ykkur báðum, ekki? Jú, þetta er nei, allavega hjá mér. Hefur orðið reiður yfir fótboltaleik? Ein eðlilega enna, gefa hana það. Já, ég var reiður. Já, Pétur? Nei. Þú er aldrei orðið reiður yfir fótboltaleik? Nei, ég get ekki sagt það, sko. Og ég trú honum. Já, þetta, hann er aldrei reiður. Nei, ég minna, þú veist, það þarf meira til.
Já, ég meina ég voru reiður bara þegar ég var sjálfur að keppa í fótbolta. Já, líka bara dómarinn og þegar ég var að horfa á fótbolta. Ég tábrotna. Hefurðu hristið á leikdegi? Á leikdegi? Hefurðu hristið á leikdegi? Nei, minna, sko, á leikdegi, hvað, þú veist, Hann veikur, sko, ég veit ekki, ég bara að lesa. Já, bara þegar... En hafið þið gert það? Hann hefur talað þegar Ísland að keppa. Já, nei. Ég ger engan greina mun á því hvaða dagur þegar ég að hrista mig. Nei, reyndar ekki. Þú veist ekkert eitthvað spáðið það leikur í kvöld og... Já, best að hans að taka mesta stressið. Nei, ég minna, ég ekki yfirleitt leikur í einhverju alla daga. Já, þannig að þið hafið hrist ykkur á leikdegi. Það alveg hægt að færa rök fyrir því, sko. Það alltaf verið að keppa ykkur. Já. Þannig að þetta já á okkur báða, þið hafið hrist ykkur á leikdegi. Ég held að getur alveg verið góð möguleika að því, sko. En ekki út af því að það er leikdagur. Nei. Ég held að hann hafi verið svona að meina maður hefur kannski verið komin inn á klósett að kúka og svo er eitthvað svona eitt leitt öðru og maður hefur farið að vasast í einhverju. Jæja, herðu, það er síðasta spurning. Hefurðu farið í... Nei, ok, þetta er þetta versta spurningin held ég. Hefurðu farið í sleik sömu viku og það er landsleikur? Herðu Rikki, nennu ekki bara henda á setta lag. Þetta er komið gott, Egill, við byrjum að helsa til Rússlands. Það er að redda kvöldmatnum. Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldshöfða 12, Phoenix veitingahús sem er 5677 888. Eftir slys tekur oft við mikil óvissa. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi, þinn réttur til bóta. Martex. Góð þjónusta byrjar með flottu útliti. Fatnaður fyrir fagfólk. Martex, Bíldshöfða 16. Brönn slaðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í Spýrinni Garðheimum. Þú getur fengið þér venjulegt kaffi, svo getur þú fengið þér gott kaffi. Te og kaffi. Fyrirhyggja er frelsi. Það er alltaf ódýrara að bóka flug fram í tíman og á netinu. Verð frá 7.650. Air Iceland Connect. H&M Fata KFC. 11 hot wings, 11 lundir og 4 gómsætar sósur til að dýfa í á aðeins 3.490 krónur. KFC. Ertu að fara að kaupa það nýjan síma? Hvernig var að leigjan? Kynntu við málið í vettlurum Símans eða á viss.is. Viss, farsímalega. Það er ekkert örugt í þessum óútreiknanlega og tilviljunarkennda heimi nema eitt. Það er H&M. Vertu klár. Lengjan. Settu spennu í leikinn. Framúrskarandi undirbúningsnám fyrir háskóla í Háskólagrunni HR. Sæktu fyrir 15. júní. Háskólinn í Reykjavík. Miklu meira en bara parkett. Parkett og golf. Ármúla 32. Fáum okkur pizzu. Pizzan. Sími 578 88 88. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Það er hárið eftir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. Í beinni útsendingu frá, hverfispartum. Því líka stemmingin maður. Það er reyndar eitt þægilegt að vera hérna. Það eru gluggar á stúdíónu sem eru. Það sér fólk. Það er gott veður. Það er bjart úti. Bók og blíða og allir feskir. Stemmingin er að myndast í bænum. Já, finnur hana? Já, fólk er að lappa framjá í landslýstreyjunni og fólk er svona, og veist, þetta er gýrin. Það er enda góða punktur, það er allir í landslýstreyjunni. Já, nema við. Já, ég verði inn á morgun. Áttum maður að verði inn í dag, eða? Það var svo sem ekkit endilega einhver tölvupóstur þetta mál, sko, en hérna, það hefði ekkit skemmt fyrir, höfum verið í treyjum, sko. Ég segjum bara sem ég er með treyjum. Já, við erum allir í treyjunni, en það er kom tími á dagskrálið sem heitir Myndur fyrir cash. Myndur fyrir peningi, svona hérna uppröðunlega. Já, það fallar orð, peningur. Ég veit það. Eru þið tilbúinir? Já. Þetta eru 3 spurningar og, já, ég held að það sé ágættir í dag, þó ég sé sjálfur frá. Mynduð þið borða bara ávexti þar sem eftir er ævi ykkar fyrir 106 milljónir? Mynduð þið borða ávexti þar sem eftir er ævinar fyrir 100... Já, bara ávexti. Já. Og fá 106 milljónir. Vágátt, klár. Íslenskar krónur. Já. 9 krónur. Hvað segirðu? Ekkert. Ok, hérna, nei. Nei. Báðu með nei? Ég myndi ekki, nei, já, allavega hjá mér. Já, nei. Fyrir 100 milljónir? Já, 106. Já, 106 með þess. Já, ég... Þær verða búnar bara fyrir 2020 hjá mér, sko. Já.
Já, bara kaupa borð svo bara árun og veist að það borðplötu verður bara milljónirna búnar og þú ert bara 45 ára og bara áttu tómat það er glata það er glata en ég meina þá eru basically þú ert að meina bara að verða vegan nei, mátt bara borða ávexti ekki hnetusteik nei hnetusteik er það ávöxtur það finnst mér mikið herru þá er næsta alls ekki nei Já, ef þið myndið fá, nú kom það hérna inn á hana, þeir eru báðir hvað, 1,70 Já Þið fáið 10 milljónir fyrir hvert sentimeter sem er tekin af ykkur, hvað myndið lækka ykkur? Ég verður bara til í hvað sem er sko Nei, ég er að segja, hvað myndið taka marga sentimetra af? Af mér? Já, það er 10 milljónir fyrir hvert sentimeter Ég verður til í að taka með svona kannski 10 sentimetra Ég er 15 Nú er þið 1,60 þá 1,55 Já Bara vera við dvergamörk Máldautt Hvað eru dvergamörk? Ég held 750 Nei, sko, Nei, ég er að spyrja, ekki segja að ég myndi cirka ég er að bjóða það núna Já, 12 centimetra Ég myndi taka, er það 12 milljónir? Nei, það farið 120 milljónir Já Þá myndi ég taka bara 15 Já, 150 Ég myndi skaðið með skeður Þú ert orðin ógeðslega aðstæðlega lítið Svo skiptir ykkur máli hvort þú sett eitthvað aðeins minni Já, ég myndi bara fara í meterinn Já Ég myndi vilja láta lækka mig bara niður í meter Þá er þetta bara 70 cm af Já. Og hvað fæ ég? 10 milljónir 700 milljónir þá Já Ég líka Ég líka, banna að herma Já, ég myndi vera minni Já. Ég myndi fara bara í 80 cm Svo myndi ég bara vera bara með mitt sæti í hanskahólinu Já, bara geggja Á bílnum Með nóga sælum Getur ekki keyrt Nei Bara heyrðu gamla, þú er að keyra Af því að ég er dverg, veist, ég er bara Og fullt af peningum getur borða ávexti og kjöt Nei, ávextundunum fættir út núna Þetta er ekki Þetta er ekki tengt sama spurning Shit, hvað En þeir eru núna hreinskilnir, drengir Hvað myndið taka ykkur? Þeir eru alveg hreinskilnir Já Ég myndi taka 15 15, ok Þá væri ég 55 Ég var hreinskilin á hann, ég væri til í að fara í metur Ég er alveg hreinskilin með það Meter er ekkert svo slæmt Nei Nei og líka, það er aldrei fyndið með Pétur Þegar þú horfir á hann, þá hugsaður Heyrðu Pétur, er gæinn bara meter? Þannig að þá er alltaf lægi að fara bara í það Já, ég meina, en ef hann er þá minni en hann er Já, það verður skríti Þá er það síðasta Kortmyndið frekar Þetta er úst Það er líka þægilegt og lítill Já Miklu þægilega Þú ert lítill Já, og það er geggjað Ég dyrka það sko Það er það sem máli Ég myndi óska þess að ég væri minni Og ég einhverju til að borga mig fyrir það sko Þá er ég klár Já, tekur að þér Þá er það síðasta spurning Milljón Drengir Íslenskar Já Milljón kall, ok Milljón í lommen Bara í skjálatösku niður í bæ Eða Ísland vinnur Argentínu Hvort myndið það Ísland vinnur Argentínu Í alvegni Já Hreinskildi svar Já Ég væri meira til að sjá það Ok, Sveppi Ég held að Já, svona Leo Pétur sagði bara Ísland vinnur Argentínu Eitthvað svona Ég var allan tíman að hugsa bara, vá Ég verður bara til í mína milljón í skjálatösku sko Já, nú tekur það, nú treinskilin bara Mér vantar 800 skall núna til dæmis Já, til að borga borplötuna Já, stillit að hverju sko, það eru málarar heima Hérna, en leið og Pétur sagði sko Ég verður til að sjá það Að Ísland myndi vinna Argentínu Þá ég myndi alveg fórna milljón fyrir að emitt En þú ert ekki að borga hana sjálfur, fattur þú? Þetta er basically annarkvort færðana eða hitt Já Þannig þetta ekki báður Ísland vinna Argentínu Já, svona Fyrst hugsaði ég hitt En svo þegar ég fyrir að hugsa þetta betur Þá einhvern veginn langar mig í hitt Ég veit fyrir víst að, fyrirlið íslenska landsliðsins er að hlusta þannig að það er eins gott að þeir standi sig á morgun því að við erum með 2 hérna sem myndir forða milljón Við erum að tala fyrirliða sem hefur ekki spilað fótbolta í 6 mánuði sko því hann svo slappur í hnénu Já, ekki að rakka niður Nei, ég er ekki að rakka niður Það bara, nú þarf hann bara að steppa upp og rífa sér í gang sko Heyri það, step up Það er ekkert kjátt, kallin er ekkert búinn sko Þetta var mitri fyrir cash Ertu búinn að ákveða grínrödd? Grínrödd? Já Já, svona í huganum, ég er ekki búinn að prófa hana Ok Ég vil ekki prófa hana Fyrir en bara símtalið byrja Það er nú bara þannig, ég lifi bara on the edge Hvert var ringja? I'm on the edge Ringdu bara einhverju sundlaug eða eitthvað Sund, já, gott að ringi sundlaug Sundhöllin Og þetta er grín Grínrödd Já, grínrödd, já Ok Já, eitthvað svona áherskellis í sundlauginu Sundhöllin á Selfossi Já, ok Og hvað, er þetta keppni eða? Já, ég veit það ekki Þetta er hugmyndir hans Péturs Það er sko Sá sem nær að halda viðkomandi lengst á línunni áður en að viðkomandi segir
Herðu, hvað, er þetta eitthvað grín eða? Hann vinnur, skilur, sá sem hann er að halda lengst út. En maður það náttúrulega vaða beint í grínrödd og grín í grín. Já. Bara helst að vera bara í gríninu. Fyrir. Sorry. Hvað er þetta? Sundhöll Selfoss. Æjó, hoppa og gleyma sunnskilinu mín. Hann er bara gleyma sunnskilinu sinni. Stákun. Gleymda sunnskilinu sinni? Já, Dóri Stákun gleyma sunnskilinu blá. Og gleymi sunnskilinu stákaklefanum. Cool, þú getur komið að tjekka á þessu. Hann er komið, hann er 12 ára og kom og sjálfur er búin að synda tippelingi. Já. Og ekki synda tippelingi, hann gleyma sunnskilinu gákaklefum. Það er ekki nóg gott. Og hann komið til pappa sín og segi pappa, gynni. Shit, Sveppi, ég verð að skella á hana. Ég verð að berga hana. Nei! Þetta er alveg rík, þetta er nákvæmlega svona sem á að gera. Nei, hún var búin að fatta þetta. Já, það er ekki nóg gott. Nei, en það varð að koma. Er þetta eitthvað grín? Nei, ég heyrði hún bara að fatta. Já, þetta var gott. Ég heyrði það líka, hún var búin að fatta. Já, það er líka geggjað, sko. Nei, þetta var hræðilegt. Nei, hvað ég fekk mikið út úr þessu maður. Það kom að fyrir Pétur, viltu Sundhöll líka eða? Hopp og gíki kúkú. Þetta er rosalegt. Viltu Sundhöll líka, Pétur? Já. Ok. Eða Leirböðin á Mýrdalsvík. Nei, á Mývatni. Leirböð, já, einmitt. Nei, hvað viltu? Já, bara Sundlaug maður. Eitthvað, bara ekki Sundlaug Njarðvíkur. Já, geggjulög. Alveg crazy. Hún er enda geggjuð. Ertu búin að ákveða röddina? Ég vissi ekki að Sundlaug Njarðvík. Nei, ég veit það ekki. Já, þú voru að fara ákveða því að þetta er þetta inn. Góða ferð, Pétur. Já. Halló, Íþróttamissinn. Já, Íþróttamissinn. Ég var að fá að setja mig í hungrið. Það koma inn í ljósindi í synguði. Hvað? Og hvað kostar það? Það kostar hann 180 krónur. Hann fattaði það strax. Ég var að skella bara á. Nei. Ok, reynum einaði viðbót. Ok. Þetta er tap. Já, þetta var bullandi tap. Beint að grínast á mót. Já, Sveppi vann þessa keppni, það er nokkuð. Nei, alls ekki, sko. Þetta er bara stórmestari í jafntefli. Nei. Þú fær eina en, Pétur. Ég fæ bara tilraun. Hringdi hérna Kirkjugarðar Reykjavíkur. Já. Með grín. Já. Heiðu pappi dái. Og hvað grafa djúb á hólu? Hvað hóla við djúb? Já. Þú fær Sundlaug Dalvíkur. Ég held að þetta var í bergmáli í símanum fyrir. Já, ég líka. Ég held að hann hafi heyrt í okkur í upphæði. Þegar við vorum. Ekki? Nei. Ok. Einn að reyna eitthvað. Sundlaug Lögskari. Blessaðan daginn. Góðan daginn. Hérna var langar að setja mig í hungrið. Býtaðis. Já, það er því. Jalló. Blessaðan daginn. Hvað segirðu? Mér langaði svona að setja mig í hungrið. Það er mögulegt, þetta vatni í dag. Langar þið að koma í sund? Já, það er opið. Það er bara alveg sjálfsagt. Heldur að ég Ég er bara galopið fyrir alla. Hvernig er maður að ég hætti það, syns það, hvernig? Hvað segirðu? Hvernig eru samin í klefi, konu og kalla hérna? Já, þetta er allt sameiginlegt hérna, það er bara eitt klefi stór. Eru samin í klefi, konu og kalla? Það er bara mjög skemmtilegt, sko. Það er bara mjög gaman að hafa kalla og hvernig klefa sameiginlegt. Hvað er opið engi? Hvað er opið engi? Það er opið til 9:30 í kvöld. Já, þú verður bara að drífa í þessu, það eru myndar konur hérna í klefunum. Ég veit það.
Þú verður bara að drífa þig hérna til okkar. Glata. Ég verð að skella á þetta. Þetta er hæðilegt. Þetta er glata. Þetta er alveg hæðilegt. Holy moly, maður. Hann fattaði þetta leið. Já, hvað heldur? Þú veist að hissa Ég er búin að skýta tapa þessu. Já, ég verð að gefa Sveppa sigur hann. Já, Sveppi náði að halda miklu lengur svona áður en hún svona fóra, Ég get líka eiginlega að lofa ykkur því að það verður ekki að fara í þessa keppni aftur. Argentínu? Njá, ekki beint. Eða þú veist, strákarnir okkar sjá það. En það má grilla Argentínu borgaran okkar. Krónan. Nói Sirius kynnir sumarkroppið 2018. Nóa kropp með suðrænu ávaxtabræði. Skemmtileg sumarsveifla sem þú verður að prófa. Nóa kropp, brakandi snilld. Hæ, Birkir Már landsliðsmaður í fótbolta hér. Eini gallin við að komast á HM er að það er ekki walk-on í Rússlandi. Walk-on, Borgatúni 29 og Smáratorgi í Kópavogi. Hollur og ferskur asískur matur. Universal kynir Jurassic World Fallen Kingdom. The park is in the past. Genetic power has been unleashed. We're not on an island anymore. Jurassic World Fallen Kingdom sýndi í kvikmyndahúsum landa allt í samstarfi við Dominos og Lenovo. Hverfisbarinn á föstudaginn. Heppi, Hanni og Gunni Óla úr Skítamóral spila fyrir dansi frá klukkan 23. 2 fyrir 1 af Víking frá Víking Brugghús fyrir fyrstu gesti. Hverfisbarinn 5 og Víking Brugghús. Benikos förðunarvörur eru nú á 20% afslætti í apótekaranum. Dragðu fram þína náttúrulegu fegurð með Benikos. Fótboltagolf. Opið til klukkan 10 í kvöld. Skemmtigarðurinn. Ef Ísland nær 4. sætinu á HM þá væri það stórkostlegur árangur á heimsvísu. Shaken Pizza þekki það, enda náðum við 4. sæti við bestu pizzur í heimi með baconsöltunni. Shaken Pizza býður 3 fyrir 2 af öllum pizzum og shakeum yfir HM í sumar þegar þú sækir. Þú pantar á shakenpizza.is eða í síma 517 18 19. Shaken Pizza, 4. sætið er nýja 1. sæti. Verð eins og heima hjá þér í sumarbústanum. Með 4G búnaði getur þú búið til þráðlaust net fyrir alla fjölskylduna. Springum út í allt sumar á farsímanetti Símans. Þú getur meira með Símanum. Í landsleik N1 mæturðu landsliðinu í þjónustu. Allir fá miða. 200.000 stimpilgjafir og vinningar, þar á meðal keppnisferðalag fyrir liðið þitt til Tenerife. Áfram Ísland, en einn alltaf til staðar. Opið allan sólarhringinn í Hagkaup Skeifunni, Garðabæ og til miðnættis í Hagkaup Spönginni, Eiðistorgi og á Akureyri. Hagkaup, meira opið alla daga. Markaðsstjórar stærstu fyrirtækja landsins telja Markpost vera áhrifaríka og ódýra leið til að ná árangri. Við getum hjálpað þér. Póstdreifing. Dalakofinn Laugum Reykjadal er með hamborgara, pítsur og heimilismat í hádeginu. Dalakofinn Laugum Reykjadal. E-kort. Þú getur notað e-kortið allan heim og á netinu. E-kort. Leðslutæki og vaktarar. Skorri bílsöða, skorri.is. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Fitnessport. Geggjaður auglýsingapakki að baki hér hjá okkur í FM 95 Blö á FM 957. Ég, Pétur Jóhann Sigfússon, Sveppi og Öddi Blö. Þetta gerist ekki mikið betra á þessum undurfara föstudegi 15. júní og morgun er náttúrulega stærsti dagur okkar Íslendinga í mörg ár, 16. júní. Og ég spyr ykkur strákar, hvernig fyrir leikurinn? Hann fyrir 1-1. Hann fyrir 1-1, segir Öddi Blö. Hvað segir Sveppi? Ég held að hann fyrir 3-0 fyrir Argentínu. Ég er búinn að fara allan hringinn. Já. Ég var mjög svartsýnn, nú er ég aðeins bjartsýnni. Já. Ég held að morgun eftir 2 kalda þá held ég bara Ísland vinni. Já. En svo staðan í dag 1-1. 1-1. Já. Það verður geggjuð úrslit. Sama hér, þú sagði 3-0 fyrir Argentínu. Já, ég ætla að baka. Ég ætla að fara í jafnteflið. Já. Þið viljið fá leik. En nú ert þú Já, svona... það er basically það. Já. Ég vil leik. En nú ert þú svona fylgjast mest af þessum af okkur hérna, Pétur. Hvernig spáðu þú þessu? Jú, ég ætla að vera raunsær og ég spái hérna 2-1 fyrir Argentínu. Ói, gott leðilegnar. Ég veit það. En talandi landsleikina morgun, við erum að fara í giftast sofa drepa
Og ég ætla að tengja það við íslenska landsliðin. Ok. Því að þeir eru nú að fara að spila við Argentínu og já, þetta eru 3 nöfn sem ég valdi. Þeir þurfa að giftast einum, sofa hjá einum og drepa einn, eða svona fara með einn út í sveit, svona til að vera aðeins, ekki segja drepa. Nei, basically eins og það þurft að fara með hundiðinn út í sveit. Ég ruglaðist. Ég spáði 2-1 fyrir Ísland. Já, ok, geggjað. Ok. Herðu, giftast svo að drepa. Já. Það er Gylfi Sig, Aron Einar og Jóhann Berg. Hvað gerir þið? Þá er ég ekki að tala um Jóhann Berg, soninn þinn Pétur, ég er að tala um fótboltamannin. Jóhann Berg Guðmundsson. Já. Ekki Pétursson. Nei, ekki Pétursson. Ég myndi drepa Jóhann Berg, sofa hjá Gylfa og giftast Aroni. Af hverju? Af hverju? Af hverju var það svona snöggt til þér? Af því að ég þekki Jóhann Berg ekki neitt, þannig að hann má deyja minnugna. Gylfi er svona típa sem að ég væri kannski ekki til að eyða lífinu með, en ég væri til að sofa hjá honum. Aron er gæi sem ég væri til að eyða lífinu með. Giftast honum. BANG! Ok, þetta var ekki lengi gert. Pétur, já, ég hef bara aldrei heyrt neitt svara svona hratt í þessu, sko. Nei. Hvað sagðir þú? Hann byrjaði líka á að drepa, það er voðalega skrítið. Jói er algjör snillingur að Já. henda honum út í sveit, hann er frábær. Nei, ég verða vel einhvern. Ég veit það þarf einhver að fara í Ég er sveitina. bara, svona er lífið. Já, svona er það. Já, ég, hvað sagðir þú? Jóhann Berg. Aron Einar og Gylfi Sig. Já, ég myndi giftast Aroni. Þið ætli báður að giftast Aroni. Af hverju? Ætlaði þú að giftast honum? Já. Ok, þá ætlaði að drepa. Hvað er það að drepa hann í staðinu? Hvað segir Það hefur stutt á milli. Vertu bara þú sjálfur, maður. Já, Þú ætlar að giftast Aroni. Nei, ég ætla Við stóðast að segja það. Já, ekki, ég var að glemma því að þú ætlaði að giftast honum, Sveppi. Já, það skiptir öllu máli. Það skiptir öllu máli. Já. Hver ætlar að sofa hjá þá, ef þú giftist Aroni? Hjá Gylfa. Þið eru með sama. Nei. Greyið Jói. Nei, ég ætla að drepa Aron. Þú ætlar að giftast honum? Já, ég ætla að drepa hann. Ok, herðu, Það ætlar að giftast Jói í staðina því að ég valdi hitt, þannig að Jói veit svona basically að okkur báðan okkur að drepa hann, sko. Nei. Ég myndi sofa í Jóa. Alltaf það. Aha. Já, sætur og skemmtilegur strákur. Já. En ok, Ég væri bara til að kynnast honum. Það er það sem að mér langar. Mér langar að gera hann að vinni mínum. En ég myndi hafa þetta Gylfi Sig, Aron Einar, Hannes Halldórs. Nú þekkið allir og hann er búin að vinna með Hannesi. Þá þurfti ég að drepa Gylfa. Er það? Já. Og hvað ætlar að gera við Hannes? Sofa hjá honum. Já, þú ætlar bara að giftast Aroni. Já, ég væri He's your husband. Nei, basically er þannig að ég væri alveg Já, Aron, já. Pétur, sama hjá þér, viltu ekki bara elta Sveppa eins og þú gerir við hann? Jú, líklega. Mér finnst þetta gott line-up. Þetta var giftast, sofa, drepa hér. Er það búið, eða? Já, ég meina, þetta er bara, er það búið? Þetta er bara 3 nöfn. Það er gaman að drepa fólk og sofa hjá því. Ok, ég ætla að gefa ykkur eitt enna hérna, því að þeir eru nú 3 úti. Ok. Ásgeir Kolbens. Drepa hann. Ég fylgir Sveppa í Mér því. er alveg sama hvað hinn 2 eru. Nei. Drepa hann. Þú veit ekki búin að heyra optioninu. Ok, breytum. Já. Steindi. Já. Egill. Hugi. Úf, er Hugi úti? Já, hann er úti. Ég vil að drepa hann bara fyrir það. 3 menn sem er úti. Ofur Hugi, Egill Einarsson og Steindi. Hvað gerir þið? Ég verði eiginlega að drepa Gils. Ákveðu? Þá bara, ég verði þetta að geða til að prófa að sofa hjá honum fyrst, má það? Nei. Ekki breytar. Sofa hjá honum og drepa hann svo. Smá maður. Já. Aðeins að sofa og svo bara drepa hann maður. Stinga bara. Það er bara svona kolkrabbin. Nei. Já, ég ætla bara að fylgja þér, Sveppi. Nei, byrja þú núna, Pétur. Já, byrja þú, Pétur. Ég er nefnilega búin að ákveða. Hvað ætlar þú að gera? Steindi, Egill, Hugi. Allir út í Rússlandi. Já, ég myndi sofa hjá Steinda, giftast Huga og drepa Gils. Ok, Sveppi. Þetta er nokkurn veginn svipað hjá mér. Já, þeir eru voða að setja Nokkurn veginn? Já, nei, Okay. jú, Hver þetta er er eins. Já. Þetta er nokkuð eins. Ég verði eiginlega að drepa Gils. Ok. Bara, veist, Leðið til hann er að hlusta, sko. Já, ég veit að hann verður bara að eiga það við sjálfan sig. Já, það er fullt af svona einhverju kraftliftingamönnum að núti, skilur. Já, nóg til þessu kann. Eitt til eða frá skiptir einhver, sko. Nei, og svo held ég líka bara að ég er í þjóðarhetja. Nei. Nei, bara því að Hugi náttúrulega bara maður, veist, ég þekki hann miklu betur og ég þekki Steinda miklu betur. Ég yrði eiginlega að sofa hjá Steinda þótt ég væri alveg til að giftast honum. Ég nenni bara ekki að eyða með honum lífinu. En þú sagði mér daginn, og núna, no joke, að því að finnst Egill finnst það var Íslandi. Já, þetta sagði Sveppið með bara off-air og hann finnst Egill finnast. Og samt allar að drepa hann. Já, farga honum. Það er bara því að ég ætti auðveldra með að díla kannski við fjölskyldunars skilseldur til dæmis fjölskyldunars Huga ef ég myndi drepa Huga. Erstu að telja bara í börnum og svona? Já, ég er að hugsa þetta allar leið.
Áður þetta bull, þetta var giftast svo og drepa. Ég ætla ekki að spyrja út ykkur meira. Þetta var fint. Það á þessum tíma ársins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins. Dagsins þegar þú komst fyrst til mín. Og ég veit að þú veist að þó höfin skilji okkur að við eigum alltaf þennan stað að gera ýmislegt hérna í FM 95 Blöð. Nú fer að líða að lokum hjá okkur strákonum. Búin að vera hérna með ykkur síðan klukkan 4 í dag í glampandi sól og bongandi blíðu á hverfisbarnum. Bongandi? Já, það er nýtt orð. Já. Það eru fáið sem eru farnir að vinna með það en ég er að vinna með það. Já. Bongandi? Bongandi blíða. Nei, bongandi. Bongandi. Já, geggjað orð. Með ó. Hvernig finnst ykkur nýja þjóðtíðalagið? Nú voru að hlusta á Jón Jónsson og Frigga. Ég er að fíla þetta er gott. Mér finnst bæði lögin góð hérna. Já, mér finnst rapplæði betra. Já. Meiri fíflaskapur. Já. Og svolítið það. Sitt sinni skverjum. Já, sitt sinni skverjum. Við getum ekki öll verið eins. Nei. Kannski sem betur fyrr. Hvernig heldur að þú svona farið að þroskast, seti, upp úr fíflaskapnum? Ég vona að það gerist aldrei. Nei, það vona ég líka. Mér finnst alveg rosalega gaman að fíflast. Já. Og það er nefnilega, ég er stundur spurður að þessu sko. Þegar þið ekki að fara að þroskast, þá segi ég nú bara við fólk þar þú ekki að fara að deyja. Bara, vill þú ekki bara ofþroskast og deyja? Já, það er allavega, það er eiginlega komið að lokum. Hvernig er helgin? Ég ætla að byrja á þér, Pétur Jóhann. Yfir til þín. Við erum alltaf búin að ræða helginast Pétur, hann er mjög spenntur fyrir henni. Já, það er náttúrulega spenna í loftinu í kvöld. Já, það er matabóð, sem að þú ert að halda. Þið eru að fara að hitta... Nei, ég er að tala um þig. Sveppir að fara að hitta nýju kærastuna og sveita. Herru, hvernig er helgið þín? Herru, það verður matabóð í kvöld, svo á morgun mætir líka fólk heim. Ætlar að horfa á landsleikinn? Já, sjálfsögðu. Hvað er ekki lagið með þig? Já, við erum að fá fólk heim og við erum að horfa á leikinn þar. Við ætlum að grilla vangi, barbecue. Vangiliði? Já, barbecue, nei, hot wings. En hvað gerir þið svo eftir leikinn? Ekkert plana? Nei, ekkert plana. Óskrifa blað. Þú, ég veit kvöldið, hvernig ertu að gera á morgun? Á morgun, það fer svolítið eftir því hvað gerist í kvöld með nýju kærastunni þinni. Hvað ætlar að gera á morgun? Ég ætla náttúrulega að horfa á leikinn. Já. En ég hlakka bara svo mikið til að hitta konu og sveta. Já. Þessa huldukonu. Aðlokum hér í FNÍ. Við þakkum ykkur kærlega fyrir komuna, hlustununa og þakkum Rikka fyrir, hann er búin að sjá takkana í vinnu. Ég held að blúsi ólétt, sko. Stæsti, næsta föstudag þá verða stærsti fiskurinn í sjónum bara farin út í komnir frá Rússlandi og það er gott helgina áfram Ísland Gift ekki kortónum Við ætlum enda þetta á Svessa og Albatross ofboðslega næmur Snæland býður upp á það besta frá Kjörís Gamli ísinn, jarðarberja og vanilu í brauði eða boxi Shake, bragðarefur með besta nammið og fersk jarðarber Snæland Það sem betur fer, voðalega fátt sem algjörlega örugt í þessum heimi. Verða allir heilir? Klikka rangstöðu gildran? Klikka röddin? Sigur, jafntefli eða tap? Eitt samt örugt. Það verður HM. Vertu klár. Lengjan. Settu spennu í leikinn. Þú fær allt fyrir HM í næstu 10-11 verslun. 10-11 í einum grænum. Allir landsleikir eru ferðalag. Sérstaklega landsleikur N1. Komdu, fáðu stimpil, stimpilgjöf og möguleika á vinningi. N1, alltaf til staðar. Enga plastlagnir í sjóinn með steinrörum frá steypustöðinni. Steypustöðin, sterkari lausnir. Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi. Kveiktu á gleðinni með Stöð 2 Sport fyrir 9.990. Stuðir málið á stöð2.is. Þetta svo fallegt! Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Á FM 957.